ég, Halldór Gunnarsson, með seinni þáttum heimsófriðinn og fyrri þáttur fjallaði um styrjöldina milli Rússlands og Úkraínu. Það hefur svo margt breyst í þeirri stöðu nú frá því að við töluðum saman síðast. Hvort þú myndir aðeins fara í stöðuna núna gagnvart þessari styrjöldina og eftir förum við í seinni hlutan varðandi styrjöldina í Miðausturlöndum. Já, sko þú nefndir orðaðir þannig að stríðið væri milli Úkraínu og Rússlands. Ég mótmæli því. Ég hef í fyrri þættinum held ég tók það fram hver var orsök þessa ófriðar. Þetta stríð á milli NATO, þar eru Bandaríkin ekki undanskilin. En þann dag í dag standa Bandaríkin á bak við þennan ófrið gegn Rússum í Úkraínu. Það eru Rússar sem berjast annars vegar. Við Úkraínumenn drepa þá og eyðileggja borgir og land og svo framvegis, en það er NATO sem fjármagna Evrópusambandsríkin núna umfram Bandaríkin, en eigi að síður þá er það NATO sem stendur að stríðinu. Það eru þeir sem að fjármagna þetta, þeir vopna Úkraínumenn og undanfarnar vikur hefur stríðið stigmagnast þannig að Rússar að minnsta kosti halda því fram að NATO-ríki, einstaka NATO-ríki sé orðin beinn aðili að stríðinu. Það hefur verið ráðist á Rússa í Eystrasalti, borg í Leningrad héraði, þaðan sem er mikill útflutningur á olíu og þar sem er olíuútflutningshöfn hefur ítrekað orðið fyrir árásum, bæði í lofti og á sjó. Og þeir drónar sem að hafa kveikt þar í olíu og skipum og eyðilagt hafnaraðstöðu fyrir Rússum, þeir drónar hafa komið ekki frá Úkraínu. Fyrst í stað var sagt frá því að þessi drónar hefðu flogið yfir Pólland og síðan yfir löndin, Litáen, Lettland, Eistland og þaðan yfir flóann og til árása á þessa höfn, Primorsk í Leningrad héraði. Og núna fyrir 2 dögum þá voru það sjódrónar líka, ekki koma þeir siglandi alla leið frá Úkraínu. Með öðrum orðum að það er staðfestur grunur það að þessum drónum hafi verið hleypt á loft frá Eistlandi og jafnvel Finnlandi og sjódrónarnir hafa komið sömu leið. Og síðasta afrekið hjá þeim Úkrænumönnum í þessu var að skemma olíuflutningaskip og herskip í höfninni í Primorsk. Þannig að þessi tilteknu NATO-ríki sem ég er búinn að nefna, auk Þýskaland sem að hefur gengist við því að hafa framleitt mikið af þessu dóti og Bretar reyndar líka, að þeir hafa lagt Úkrænumönnum til þessi tæki og þeir hafa ekkert farið í launkofa með það. Þannig að rússneska yfirherstjórnin hefur lýst því yfir að þeir hafi fullan rétt að alþjóðalögum til þess að ráðast á framleiðslustaði þessara vopna í Evrópu og þeir hafi líka leyfi alþjóðalögum til þess að ráðast á skotstaðina. Já, ég heyrti segja þetta við mig, Geir, en ég byrjaði þetta viljandi svona vegna þess að fréttaflutningur héðan er eingöngu að þetta sé stríð á milli Úkraínu og Rússlands með einhverju örlítilli hjálp Bandaríkjanna og Evrópu. Þú hefur sagt þetta með öðrum hætti og eins og þú raktir núna, þá áður en við förum í stríðið fyrir Austurlöndum, þá bara vil ég spyrja þig, hvað heldur þú að verði í framhaldi því að þó að utanríkisráðherra Rússlands segja að þetta sé stríð við NATO
og að það koma hótanir frá Rússum að þeir geti skotið niður þessa framleiðslustaði sem að framleiða þessi flygildi, en þeir gera það ekki. Nei. Þannig að það bara eins og við sögðum í gamla daga, úlfur, 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 og Vesturlöndin og Bandaríkin eru vissum að Rússar ger ekki neitt. Hvað heldur þú? Já, þetta gagnrýni sem að heyrist frá Rússlandi líka. Menn eru orðnir ákaflega þreyttir á Pútín fyrir það einmitt að hafast ekki að. Rússarnir hafa hvað eftir annað hótað hinu og þessu og dregið það sem þeir kalla rauðar línur, en þeir hafa aldrei fylgt í eftir. Hugsaðu til dæmis það jólin síðast þegar að Pútín var sýnt banatilræði. 40 drónar voru sendir á verustað hans, við töluðum þetta í síðasta þætti. Og Rússarnir lögðu fyrir Bandaríkjamenn innvolsið úr drónunum og sönnuðu það hvaða drónar þetta væru og hvaðan þeir hefðu komið. Já, við þurfum að komast... Það var ekkert gert með þetta og þetta heyrist ekki nefnt í fréttum lengur. Það heyrist ekki heldur þetta sem þú varst að segja. Nei, ég veit það. Þetta frásögnin svona En staðan núna nákvæmlega að það verið að segja í dag að Pútín sé hættur að vera ofanjarðar, hann sé í byrgjum og feli sig og auki við varúðarráðstafanir með sínum mönnum. Telur það að það sé rétt? Ég hef ekki nokkra forsendur til þess að meta það hvort það rétt eða ekki. Mér liggur við að halda að þetta sé hluti af þessum venjulega áróðri, svo kallara vesturvelda, en hitt veit ég að Pútín undir mjög vaxandi gagnrýni heima fyrir. Bæði í þinginu rússneska, eins af hálfu manna sem að vilja ekki þennan seinan gang lengur og vilja ekki þessa undanlátssemi og vilja taka fast á þessu. Og ég held að Pútín hafi ekki mikinn tíma til þess að drolla lengur vegna ástæðuna heima fyrir. Já, og þá ertu að segja að það sé afskaplega stutt í það að Rússar sprengi þessa framleiðslustaði í Finnlandi, Spáni, Þýskalandi og Eystrasaltslöndum. Þá komin heimsstyrjöld. Sergei Lavrov sagði í síðustu viku að við værum í heimsstyrjöld. Það væri yfirstandandi heimsstyrjöld. Og þá hann að tala ófriðin bæði í Úkraínu í Miðausturlöndum og í Afríku. Snúum okkur að Miðausturlöndum. Það átti að vera efni fundarins okkar núna eða samtalsins. Já. Og þar óbreytt ástand frá því sem var þegar að eitthvað svo kallað vopnahlé var gert á milli stríðandi aðila, en það hefur aldrei verið haldið þetta vopnahlé. Ísraelsmenn til dæmis hafa ekki einn einasta dag haldið skilmála vopnahlésins. Þeir hafa verið í stöðugum ófriði og árásum í Líbanon, á Vesturbakkanum, í Gaza. Þeir draga ekkert af. En þetta hafnbann sem að Trump hrengir sér af að hafa sett á Persaflóa, það hefur aldrei verið neitt hafnbann. Við eigum eftir að tala upphafið. Við erum ekki búin að segja þeim sem hlusta á okkur hvernig stendur á þessu stríði Ísraela við Hamas og hvernig stendur á því að Bandaríkin standa á bak við Ísrael og hvernig stendur á því að Íran í rauninni að hrekja Bandaríkin út í horn. Viltu segja okkur sem hlusta á upphafið og hvernig heldur þetta haldi áfram? Raunverulega ráða síónistar bæði Ísrael og Bandaríkjón. Báðar þingdeildir Bandaríkjaþings eru meira og minna á vegum síónista. Auðmanna í Bandaríkjónum sem styðja Ísrael eru gyðingar og síónistar. Þetta ekki lengur neitt leyndarmál. Menn tala þetta allan heim og aðallega þó heima fyrir í Bandaríkjón. Og menn hafa verið að
deila það hvort það hafi verið Bandaríkjamenn sem að byrjuðu síðasta kafla ófriðarins við Persaflóa eða hvort það hafi verið Ísraelsmenn. Það skiptir engu máli í sjálfu sér hvort það voru Bandaríkin eða Ísraelar sem að stóðu fyrir því að það var ráðist á Íran í miðjum samningaviðræðum, þar sem að Bandaríkjamenn og Íranir sátu yfir samkomulagi sem búið var að gera, samkvæmt því sem að utanríkisráðherra Óman greindi frá. Og þá voru þeir búnir að ná samkomulagi þetta stóra atriði sem Kanninn hefur sett í forsætið, þar að segja að Íranir megi ekki eiga auðgað úraníum og megi ekki framleiða kjarnorkuvopn. Það hefur aldrei staðið til af hálfu Írana að framleiða kjarnorkuvopn. Gamli leiðtoginn þeirra, trúarleiðtoginn, Khamenei, eldri, hann hafði lýst fatwa eða algjöru banni á framleiðslu og nýtingu kjarnorkuvopna af hálfu Írana. Það hefur aldrei staðið til og stendur ekki heldur til núna af hálfu Írana að framleiða kjarnorkuvopna að beita þeim. Þeir telja þau vera ósiðleg og vilja ekki nota þau. En Íranir þurfa ekki á því að halda að beita kjarnorkuvopnum því þeir eiga það mikið hefðbundin vopnakost, aðalega eldflaugar og dróna og það dótar í allt saman, að þeir ráða við andstæðinga sína með þeim vopnum sem þeir hafa. Og þessi árás á Íran sem var gerð 28. febrúar í vetur, hún í rauninni, það stríð í rauninni yfirstandandi þó að það heiti vopnahlé í bili og núna togstreitan Hormúzsund sem að Íranir ráða algjörlega yfir. Og að hálfu Írana hefur þessu sundi ekkert verið lokað. Þau skip sem að flytja varning til og frá Íran af hálfu vinveittra þjóða eins og þeir kalla það, Íranir, og eru tilbúnir til þess að borga fyrir íranska olíu í annarri mynt heldur Bandaríkjadölum og kom ekki frá vesturveldunum. Þau skip hafa komið og farið eins og þau hafa viljað undanfarna vikur. Einnig eftir að þetta svokallaða hafnbann Bandaríkjamanna var sett á. Bandaríkjamenn ráða ekkert við að halda einu eða neinu lokuðu þarna fyrir austan. Þeirra herskip, flotinn, 2 flugvélamóðurskip ásamt fylgiskipum. Þau eru 2-3.000 kílómetra suður í hafi undan strönd Írans. Þau hætta sér ekki nær. Ef þau gera það, þá verða þau skotin niður. Í fyrradag hreyktu þeir sér af því að hafa sendt herskip inn á Hormúzsund sem átt að fylgja skipum sundið. Íranir hröktu það skip í burtu og segjast hafa kveikt í því. Og ég hef séð á indverskum stöðum myndir af þessu skipi brennandi. En það getur vel verið að þær myndir séu falsaðar. Maður getur ekki treyst allir sem maður sér. En þú ferð að... Sundið opið af hálfu Írana. En það eru Bandaríkjamenn sem að segja halda í loknu. Það ekki rétt. En Geir, það sem þú ert akkurat í stöðunni núna, ég reyni þá að koma þér í að pínulítið aftur, en sko það sem að ég hef heyrt líka frá þér og í erlendu fréttamiðlum en ekki í íslenskum, að hvernig það mögulegt að það sé eðlilegt að forseti Bandaríkjanna hreykir sér af því að hafa drepið yfirmenn eða æðsta klerk Írans og með hjálp Ísraela eða hvort það voru Bandaríkjamenn eða þá það sem hann að gera núna og hreykir sér að bara stunda sjórán. Já, það nýjasta það að hann sagði í Flórida fyrir nokkrum dögum að þeir væri komnir út í að þann bransa, við erum eins og sjóræningjar, sagði hann. Og það mjög ábatasamt því að við seljum bæði skip og farm sem við tökum. En Bandaríkjamenn ekki einir það að láta svona. Gleymum því ekki að Frakkar hafa gert þetta líka og Svíar. Núna undanfarnar mánuði. Þeir telja sig hafa leyfi til þess að ráðast á skip sem þeir telja að séu hluti af því sem þeir kalla skuggaflota Rússa. Þetta einfaldlega kaupskip sem að sigla höfin og
undir ýmsum fánum, en vissulega er líklegt að þessi skip sigli með rússneskan varning. En hvernig er mögulegt að það sé ekki komin heimsstyrjöld gagnvart þessu? Lavrov segir að það sé heimsstyrjöld yfirstandandi. Og ég held að hann hafi rétt fyrir sér með það. Það er engin alþjóðalög haldin af hálfu þessara svokölluðu Vesturvelda. Engin. Þeir fara sínum fram, burtséð frá því hvað alþjóðalög segja, ekki frekar þeim væri ekki til. Og þessi sjórán sem við tölum eru bara hluti af því. Þeir telja sig hafa rétt á þessu, sem þeir hafa vissulega ekki að lögum. En þeir komast upp með það í krafti hernaðargetu. Í seinni heimsstyrjöldinni hefðu mönnum aldrei dottið í hug að Vesturlöndum að drepa Hitler. Núna var það sjálfsagt að Bandaríkjamönnum ætla að drepa Pútín. Þetta er ekkert nýbyrjað, séra Halldór minn, því að þú manst á sínum tíma meðan Obama var forseti Bandaríkjanna, að þá náðu þeir að drepa Osama bin Laden austur í Pakistan. Það var morð og það fór fram á landi sem Bandaríkjamenn réðu ekki, það er að segja frjálsu fullvalda ríki, Pakistan, sem að vísu leppríki Bandaríkjanna, eins og mjög mörg önnur ríki í heiminum eru. En þeir höfðu enga heimild til þess að fara þar inn og drepa mann sem að þar var með einhverjum hætti, kannski ólöglega, gestur Pakistana. Þeir hældu sér af því. Osama bin Laden morðið, því var slegið upp í Bandaríkjunum og forsetinn sjálfur fagnaði því ákaflega í fréttum. Og hann er ekki einn. Saddam Hussein var nú einn. Þó að Bandaríkjamenn hafi ekki staðið að sjálfir beinlínis að morði hans, þá var hann drepinn eigi að síður. 2019, þegar að Trump var forseti í Bandaríkjunum, þá myrtu þeir Soleimani, hershöfðingja íranska þjóðarliðsins sem að þá var erlendis í friðarumleitunum. Hann var að leita eftir því að kæmist á friður í Líbanon og Sýrlandi. Hann var myrtur. Það var Trump sem mælti fyrir drápið á honum og hældist af því. Nú 2020 og hvað, líklega 5, þá myrtu Ísraelar með fulltingi Bandaríkjanna Nasrallah, sem var leiðtogi Hezbollah hreyfingarinnar í Líbanon. Ísraelar drápu hann þar sem hann var í neðanjarðarbyrgi ásamt sínum mönnum, djúpt í jörðu, og hafa hælst mjög af því morði, og það drápu þeir annan mann sem eins og Soleimani hafa reynt að halda hlutunum svona nokkuð í skefjum. Og báðir þessir aðilar njóta mikillar virðingar, bæði Soleimani og Nasrallah hafa notið mikillar virðingar, ekki bara hjá sínum mönnum heldur víða heiminn. Nú, það síðasta var þegar þeir drápu Khamenei, æðsta klerkinn, fyrir nokkrum mánuðum, og megnið af forystu liði Írana í upphafi þess stríð sem nú stendur yfir. En við megum ekki gleyma því að þeir hafa áður staðið fyrir svona morðöldu. Það var í fyrra sumar þegar þeir réðust á Íran og byrjuðu með því að drepa megnið af kjarnorku sérfræðingum Írana og yfirmenn í hernum og framámenn í íransku stjórnmálalífi. Og sú árás var gerð ekki bara frá Ísrael, heldur munir hafa farið frá Azerbaijan til þess þarna. Og í því samhengi vert að minnast þess að Khamenei, bæði sá sem nú og faðir hans, þeir eru Azerar, þeir eru ekki Íranir. En það sem ég var að leiða þeim til að tala þetta. Þetta alveg nýtt. Þetta að Vesturlöndin bara hæli sér af því að fara þessa leið að forystumönnum annarra landa, að drepa þá.
Já, og gera það fyrir opnum tjöldum gera það fyrir hælastað. hælastaði En það, og núna hælastaði að stunda sjóra. já, Þetta er staðan í dag en þetta er svo alvarlegt í mínum huga, já, siðferðilega og pólitískt og lagalega. og lagalega, að það er útilokað annað í mínum huga en að Rússar og Kínverjar segi þetta framferði gengur ekki lengur. Eða er einhver annar möguleiki og hvaða möguleiki er þá að það verði ekki kjarnorkustyrjöld og heim og bara opinberunarbók Jóhannesar blasir við. Já, ég veit það ekki, sér Halldór minn, ég veit það hins vegar að þeir kæmust ekki upp með þetta, þessi vestrænu leiðtogar, nema vegna þess að pressan, að fréttamiðlarnir í öllum hinu vestræna heimi ásamt vestrænum stjórnmálaleiðtogum, þeir hafa tekið þessu framferði þannig að menn komast upp með það. Þú heyrir ekki þessa gagnrýni sem að þú settir fram hér áðan í fréttamiðlum á Vesturlöndum. Þú heyrir þetta ekki upp úr stjórnmálumönnum á Vesturlöndum. Það er búið að normalísera lögleysu og morðvíg að því marki að menn kippa sér ekki lengur upp við það hér. En gáða því að það er fylgst með þessu víðar heldur en bara á Vesturlöndum. En býtu við, þá kirkjan bara að lognast út á Vesturlöndum og hver er kirkjan, hvernig er staða kirkjunar í Bandaríkjunum þar sem að varnarmálaráðherra leyfi sér að með sérstökum hætti að vera með bænastundir, þannig að eftir er tekið í Pentagon þar sem er í rauninni bænin er drepið. Já, hann er nú alveg sér á parti, hann er mjög dæmigerður fyrir þessa svokölluðu kristnu síónista, það er að segja sem að stundum eru líka kallaðir mótmælendur eða evangelistar og svo framvegis í Bandaríkjunum. Ég get auðvitað ekki tekið mér úrskurðarvald það hvort að þetta fólk er kristið eða ekki, en minnstakosti er þetta ekki sá kristindómur sem við eigum að venjast. Þeir eru fyrst og fremst síónistar og eru fyrst og fremst að styðja við síónistana sem stjórna Ísrael. En kaþólska kirkjan, hún hefur tekið eindregna afstöðu gegn þessu. Pávinn hefur talað afdráttarlaust og fengið bátt fyrir hjá Putin, hjá Trump. Já. En nú loksins fékk ég punkt til þess að knýja þig til þess að tala upphafið af þessum átökum á milli Hamas og Ísraels og hvernig í hvaða stöðu styrjöldin er núna þar sem Ísrael hefur fengið öll vopnin frá Bandaríkjamönnum og Bandaríkjamenn eru búin að eiginlega tæma allar sína vopnabirgðir til Ísraels og þrátt fyrir vopnahlé þá ráðast Ísraelsmenn miskunnarlaust á Líbanon núna. Og hvað segjum við gagnvart þessum átökum? Nú veit ég að við erum ef til vill ekki sammála þetta, en ég vil pína þig til þess að þú komir með þína afstöðu. Já, ég veit það að á sínum tíma þegar að Yasser Arafat, leiðtogi Palestínumanna, PLO, Palestinian Liberation Organization, eða hvað það stendur fyrir. Já. Yasser Arafat var ekki, samtök hans voru ekki á trúarlegum grunni, heldur eingöngu pólitískum. Þetta voru frelsissamtök, eða frelsunarsamtök Palestínu, pólitísk samtök. Og honum vegnaði býsna vel eftir að hann sagði skilið við hryðjuverkastarfsemin sem að hann hafði upphaflega stundað. Og náði pólitískri forystu fyrir Palestínumönnum. Það líkaði Bandaríkjamönnum og Ísraelsmönnum illa, þannig að þeir komu á fót trúarlegum samtökum til þess að berjast gegn Yasser Arafat. Það er upphafið á Hamas samtökunum. Þau voru á vegum Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna framan af. Já, hérna.
og var beitt eins og hverju öðru tæki til þess að grafa undan Yasser Arafat. Þessi samtök urðu með nokkrum hætti lögmæt, skulum við kalla, innan gæsalappa, þegar þeir fengu leyfi, eigum við ekki að segja alþjóðasamfélagsins, til þess að bjóða fram í kosningum og unnu stórsigur á samtökum Arafats á Gaza. Og þeir eru landvarnarsamtök fyrir Gazabúa og fyrir Palestínu Araba almennt í dag, held ég. Ég held þeir séu á grunni sunni múslíma, að stofna til sunni múslímar og gjörólíkir þar af leiðandi í grunninn Hezbollah samtökunum. En Hezbollah samtökin þau eiga rætur að rekja til styrjaldar Ísraelsmanna í Líbanon, ætli það ekki verið 1983 eitthvað svoleiðis á þeim tíma. Þá tóku Shía múslímar þar ásamt öðrum, það voru kristnir menn líka og alavítar og fleiri sem tóku þátt í að verja Líbanon fyrir Ísraelsmönnum. Og það er upphaf Hezbollah samtakana. Þeir eru fyrst og fremst landvarnarmenn fyrir Líbanon. Og eru sem slíkir fyrst og fremst pólitísk samtök sem að einnig reka margs konar líknarstarfsemi. Þeir hafa til dæmis byggt sjúkrahúsin sem að Ísraelsmenn hafa verið að sprengja í loft upp núna síðustu dagana í Líbanon. Þeir hafa haldið út í skólum og þeir hafa haldið út í eldhúsum fyrir fólk sem að þarf á mat að halda, hefur tapað heimilum sín. Og Ísraelsmenn gera engan greinarmun á því hvort að þeir eru að drepa araba eða múslíma eða kristnamenn eða hvað annað í Líbanon. Undanfarnar vikur hafa þeir verið að ekki bara sprengja í loft upp byggðir kristinna manna meðfram landamærunum við Ísrael í Líbanon. Þú hlýtur að hafa séð rétt eftir páskana myndina af ísraelska hermanninum sem er að berja róðukross með Kristi, kristmynd. En við sjáum ekki það sem að þú getur fengið að sjá í til dæmis Al Jazeera og einnig í indversku stöðunum. Hvernig þeir fara ránshendi byggðir í Líbanon núna, ísraelsku hermenn. Rænandi, beinlínis berandi út herfangur af heimilum fólk sem hefur flúið, stela af heimilum, þeir nauðga og myrða og taka þetta upp sjálfir á símana sína og hreykjast af. Þetta er liðið sem að Hezbollah hreyfingin er að fást við. Við höfum nú aðeins verið að tala þetta okkar á milli og við höfum ekki verið alveg sammála og ég finnst þú pínulítið skauta framhjá því að Hezbollah samtökin eða þessi samtök, þó þú útskýrir þetta eins og hafa gert og ég mótmæli því ekki, að þá sé á stefnu þeirra að eyða Ísrael undir öllum kringumstæðum, að rekja Ísrael á brott. Það er sagt og Ísrael að taka upp þessa baráttu á móti þessum aðilum af því að þeir segja þessir aðilar eru með þá stefnuskrá að útrýma okkur og inn í þessu blandast það að eins og ert búin að útskýra að vegna stöðu Trumps með aðal kosningar stjóra sína og þá sem hafa greitt honum í kosningasjóði eru síónistar, að þá hefur Trump ákveðið að láta öll sín vopn, meir og minna, til Ísrael í stríði sem er þarna háð og þetta til viðbótar við styrjöldina á milli Úkraínu og Evrópu á móti Rússlandi. Það þýðir ekki nema bara eitt. Það er kjarnorkustyrjöld. Hvað segir það? Það er ekki ólíklegt að hún brjótist út. Það er eitt af því sem að
Ísraelsmenn gætu hugsanlega gripið til ef að Íranir þjarma enn frekar að þeim heldur þeir hafa gert nú þegar. Íranir hafa, eins og staðan í dag, gjörsigrað í þessu stríði. Hvort að sá sigur endist þeim, það veit ég ekkert um. Þú eru að útskýra þetta aðeins betur. Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn hafa engum markmiðum sínum náð. Þeim tókst að myrða forystumenn Írana og hreykja sér af því, en það hafa komið nýjir í þeirra stað sem að hafa staðið sig ekki síður heldur en þeir fyrri í landvörnum og því að halda Íran saman. Bandaríkjamenn reiknuðu með því og Ísraelar að Íranir risu upp gegn stjórnvöldum, en það gagnstæða hefur gerst eins og alltaf gerist þegar að ráðist á þjóð með þessum hætti þá þjappar þjóðin sér saman. Og ég alveg viss það að meiri hluti Írana myndi vilja hafa aðra stjórn heldur en þeir hafa og meiri hluti Írana kæri sig ekkert klerkaveldið. En eins og staðan í dag þá standa Íranir held ég allir saman að styðja við stjórnina. Þeir eru að verja land sitt. Þeim hefur ekki tekist að eyða vopnabúnaði Írana. Það sér varla högg á vatni þar. Ég hef séð tölur að þeir hafi notað kannski 25–30% af því sem þeir áttu þegar að vopnahlið var gert núna síðast. En megnið af vopnum Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna uppurið. Ég með tölur það, ég held við ættum ekki að fara út í nákvæmar tölur það núna, en það er áætlaðar tölur. En Bandaríkin og Ísrael hafa farið mjög halloka. Þeir hafa ekki náð neinum þeim markmiðum sem þeir settu sér með stríðinu og Hormúzsund á valdi Írana og ef að stríðið fer af stað af öllu afli aftur núna næstu daga sem að full líkindi eru til, þá liggur það fyrir hvað Íranir munu hafa á stefnuskrá sinni að eyðileggja næst. Og það eru olíu útflutningslöndin við Persaflóan, bandalagsríki Ísraela og Bandaríkjamanna. Hvorki meira né minna. Hvorki meira né minna. Þeir eru búin Íranir hafa nú þegar eytt öllum herstöðvum Bandaríkjamanna á svæðinu. Þær eru allar ónótæfar. Og flotastöðin líka í Bahrein, þessi stóra. Herinn bandaríski flúði, sumir heim til Bandaríkjanna, aðrir í hótel í nærliggjandi borgum sem varðu þetta þá til þess að Íranir þurftu að skjóta hótelin niður. Þau urðu þar með lögmætt hernaðarleg skotmörk þegar að Bandaríkjamennirnir voru komnir í var í hótelunum. Engar herstöðvar Bandaríkjamanna í Miðausturlöndum eru í gangi, að mér vitanlega, nema þessi eina sem í Kúrdahéruðum Íraks. Það ein herstöð þar í gangi. Ef við drögum þetta saman í lokin, Geir. Já, við skulum taka annað atriði sem við þurfum að hafa alveg á hreinu. Bandaríkin síðan við lok síðari heimsstyrjaldar hafa aðallega verið herveldi á sjó og í lofti. Þeir eru ekkert herveldi á landi. Þeir þurfa þess ekki. Þeir sitja í Norður-Ameríku, Kyrrahafið öðrum megin og Atlantshafið hinum megin, vinveittar þjóðir bæði norðan við þá og sunnan við þá. Þeir hafa ekkert með mikið landherra að gera. Þeir eru hins vegar með herstöðvar út allan heim. Ég veit ekki hvort það eru 700 eða 800. Og þeir eru með 60–70 þúsund manna lið bara í Þýskalandi. Þýskaland ennþá hersetið land og engin orðið að þannig. Frakkarnir eru farnir, Bretarnir eru farnir, Rússarnir eru farnir. Bandaríkjamenn sitja í Þýskalandi og í rauninni Þýskaland ennþá hersetið eins og það var í lok heimsstyrjaldarinnar síðari. Bandaríkjamenn tryggja vald sitt í heiminum og ítök með hervaldi á sjó og í lofti. En þeir geta ekkert á landi. En þeir eru með sína hermenn núna í Noregi og Finnlandi. Já, þeir eru með 70.000 manna lið í Evrópu
Þeir eru með 30 og eitthvað þúsund í Þýskalandi og fá 1.000 í öðrum herstöðum en talsvert stórar herstöðvar á vegum Bandaríkjanna og Ítalíu sem telja sko í yfir 20.000 hermanna. En þetta segir ekki neitt. Svona herstöð er hægt að þurrka út með einni sprengju. Það sem hefur breyst núna er það, og það er það sem ég ætlaði að koma að Kína, Íran, Rússland, Indland, þetta eru alhliða herveldi á landi og á sjó og í lofti í mismunandi mæli þó. Öll hafa þau einhvers konar flota. Kínverski flotinn er gríðarlega öflugur, rússneski flotinn einnig, indverski flotinn líka og það virðist nú vera talsvert eftir af íranska flotanum. Þó að Trump sé hvað eftir annað búinn að lýsa því yfir að hann sé gjöreyddur. Þessi ríki sem ég var að telja evrasísku ríkin, þessi ríki í Evrasíu, þau eru fyrst og fremst landveldi. Bandaríkin þurfa að fara yfir úthöf til þess að halda við veldi sínu yfir leppríkjum sínum hingað og þangað að bandalagsríkjum, eða vilt kalla það bandalagsríki frekar en leppríki, eins og Kórea og Japan og Ástralía og Evrópa og svo framvegis. Þeir þurfa að fara á sjó með þessi stóru fljótandi flugveldi sína, flugvélamóðurskipin. Þetta er bara tækni gærdagsins. Þetta er það sem að tryggði sigurinn í síðari heimsstyrjöldinni og yfirráðin í kjölfar síðari heimsstyrjöldarinnar. En núna, síðustu 10 árin, þá hefur það verið að koma æ betur í ljós að þetta skiptir miklu minna máli heldur en að ráða öflugum flugskeytum. Og þeir sem að ráða öflugustu flugskeytunum í heiminum í dag eru ekki Bandaríkjamenn og bandamenn þeirra. Í fyrsta lagi eru þeir búnir með megnið af þeim flugskeytum sem þeir áttu í hernaðinum í Úkraínu og núna í Mið-Austurlanda hernaðinum. Þeir eru bara búnir að vera með sitt herveldi. Þeir eru að verða skotfæra lausir. En Kína, Rússland, Íran eru mjög vel byrg af skotfærum, sérstaklega þessum flugskeytum. Og þau eru miklu fullkomnari að því virðist heldur en bandarísku flugskeyti. Og svo er það að bytta iðnaðurinn líka, við erum að skoða það. Bandaríkin ráð ekki við að endurnýja herbúnað sinn eins og þeir gátu gert í lok síðari heimsstyrjaldarinnar og lengi síðan. Þeir voru að smíða 1 skip á dag hið minnsta á stríðsár í lok stríðsins. Og flugvélar, orrustuflugvélar og sprengjuflugvélar runnu að færiböndunum í Bandaríkjunum eins og hver annar iðnvarningur. Og eftir stríðið þá gátu Bandaríkjamenn að hluta til breytt þessum hergagnaðinaði sínum í framleiðslu og borgaralegum varningi. En þeir útvistuðu framleiðslugetu sinni annað, meðal annars til Kína. Kínverjar, Rússar, Íranir smíða hergögn sem eru margfalt ódýrari og að minnsta kosti jafn góð ef ekki betri heldur en það sem Bandaríkjamenn hafa upp á að bjóða. Þetta gerist bara á 24 tíma vöktum í verksmiðjum sem framleiða árið kring. Mér finnst þú gleyma þessari nýjustu tækni sem við vitum af þegar Úkraínumenn með hjálp NATO er að senda þessi flýindi bara langt inn í Rússland og bara 1000 kílómetra og hvers konar tækni er það? Hún er alveg ný. Já, hún er alveg ný. Og hún gjörbreytir öllum vopnaframleiðslu tilburðum heimsins í dag. Hún gjörbreytir fyrst og fremst. Og fyrirgeðu. Og úr því að þessi stað er svona, eins og þú ert að lýsa, þar sem að þessi fyrrum sterku þjóðir, NATO með Bandaríkjunum, næstum vopnlausum nema með þessum flygildum, að það er þá ekkert eftir hjá Vesturlöndunum eða Bandaríkjunum í að mæta þessum nýju aðilum
með þessum sterku vopnum sem þú ert að tala að þá ekkert eftir nema að grípa til litlu kjarnorkusprengna, já, og þá bara ekkert eftir nema kjarnorkustyrjöld og þá allt í húfi, allt líka á Íslandi. Við erum orðin þáttakendur í þessari styrjöld með beinum hætti og hvað þá eftir fyrir okkur tvo gamla klerka annað en að biðja bara heilagan anda og kristna trú til vegs á ný. Já, sko það alveg rétt hjá þér séra Halldór að þessi drónatækni bæði í lofti og sjó hefur gjörbreytt hernaði og þú sérð ekki til dæmis á vígvöllunum í Úkraínu þá sérð ekki stóra heri sækja fram hvort gegn öðrum með skriðdrekum og öðrum hefðbundnum vígbúnaði. Þetta eru litlir hópar manna á báða bóga, bæði af hálfu Rússa og Úkraínumanna, 5 eða 10 hermenn sem að fara á bakvið víglínu andstæðingsins og á meðan ráðist á báða bóga með fljúgandi drónum. Já, Geir, mér finnst að samtalið hjá okkur þessa rosalegu, hroðalegu og viðbjóðslegu tíma sem í heiminum núna í þessar ekki seinni heimstyrjöld, heldur nýjustu heimstyrjöld, að það blasi við ekkert annað en kjarnorkustyrjöld og hvað gerum við? Ég held að séu vaxandi líkur á því að verði beitt kjarnorkuvopnum, ekki bara vegna þess að Ísraelsmenn ef þeir komast upp í horn hljóta að beita þeim sprengjum sem allir vita að þeir eiga sér til varnar þegar allt þrítur. Bandaríkjamenn virðast nú vera ólíklegir til þess að beita kjarnorkuvopnum á fyrra bragði vegna þess að staðreyndin sú að þeir eru eina ríkið í veröldinni sem hefur beitt kjarnorkuvopnum og eiga ekki inni siðferðilega fyrir því að gera það að fyrra bragði aftur. En við getum ekki útilokað að heldur að Rússar beiti kjarnorkuvopnum. Því að þeir hafa breytt löggjöf hjá sér varðandi notkun kjarnorkuvopna. Þeir hafa horfið frá því að banna beitingu þeirra nema ef ráðist á þeim í kjarnorkuvopnum. Þannig var ástandið þangað til fyrir nokkrum mánuðum. Nú heimilt samkvæmt rússneskum lögum að beita kjarnorkuvopnum, þó ekki sé verið að svara kjarnorkuárás. Og það eru aðilar í Rússlandi sem að hafa hvað eftir annað farið fram á það að litlum kjarnorkusprengjum verið beitt í Evrópu. Já, ég vil eiginlega, við erum búin að fara yfir sviðið og ég vil eiginlega enda með því að þvinga þig til þess að tala það hvar von okkar, hvar hjálp okkar, vegna þess að þessi staða blasir við. Eina von okkar að það komi heiðarlegir kristnir einstaklingar í forystu þessara landa? Þarf ekki kristna menn til, það eru víða heim mjög trúverðugir stjórnmálamenn til, þó að Vesturlöndin eigi lítið af þeim. Og þeir eru ekki kristnir endilega þessir menn, þeir eru bara siðaðir menn. Og það eru til fleiri siðaðir menn heldur en bara kristnir menn. En ég kristinn og þess vegna set ég von mína á það sem við enduðum síðasta spjall okkar á, að Drottinn mun ekki láta einhverja óvita eyðileggja fyrir sér sköpunarverkið, heldur hafi hann einhver ráð með að beina þessu annað eða taka fyrir þetta fyrir kraft heilags anda. Já, ég trúi því að... Og ég segi amen við því. Ég trúi því að svo geti verið. Amen. Þakka. Fjallið.